Já, góðan daginn og verið velkomin aftur í Hörpu á þessum fallega föstudegi hér í Reykjavíkurborg. Við erum á sjávarútvegsráðstefnunni 2025, dagur 2, seinni dagurinn á þessari hrikalega skemmtilegu og merku ráðstefnu. Við vorum hér í gær að spjalla við alls konar fólk sem tengist sjávarútvegi. Við vorum með pólitíkina, nýsköpunina, forstjórana og ég veit ekki hvað og við verum með hrikalega góða gesti hér líka í dag. Ætlum að vera hér á milli 9 og 1. Og við byrjum á ansi fróðum og skemmtilegum manni. Hann heitir Gylfi Ólafsson, hann formaður Vestfjarðastofu og formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar. Vertu velkomin Gylfi. Já, þakka fyrir. Og forsagan að þessu svo, að ég var nú ekki kannski beint með þig og blaðið þannig, fyrir en að við erum jú kollegar, ég og Gylfi, að því sögðu að við erum báðir varaþingmenn. Akkurat, í þessar 2 vikur. Í þessar 2 vikur. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna er hárrétt, þannig að við deilum því. Já. Og ég var einmitt í þingsal á þriðjudaginn þegar Gylfi flutti sína jómfrúarræðu fyrir Viðreisn gullkistuna Vestfirði og það var eins og svona pera hefði kveiknað í haustum á mér eða höfðinu því að Gylfi hafði svona aðeins líka frammi í vor og sumar varandi bæði strandveiðar og veiðigjöld því að já, eins og hann sagði og ég ætlaði svona að biðja þig með aðeins að reifa svona þessa jómfrúarræðu að því að mér var svo áhugavert hvað varst að tala svona flatarmál Vestfjarða, þessi samofna sjávarsaga og svona bara, og þessi gullkista sem að Vestfirðir eru því að ég sjávarútvegur svo sannarlega samofinn Vestfjörðum. Já, ég var í þessari ræðu að benda á að Vestfirðir væru sko minna en 10% af flatarmáli landsins. Við erum nú með eitthvað á stærðargráðunni 2% af íbúafjöldanum, en við erum með 30% af strandlengjunni og ég og tæplega helming allra fjarða sem eru á landinu. Einmitt. Og þá tek ég allt sem heitir fjörður og Kaldalón af því að það er augljóslega jökulsorfið landslagsfyrirbæri. Þannig að já, ég svona hef verið að tala um þetta hvað sko saga Vestfjarða er saga samspil manns og hafs. Einmitt. Og þangað til fyrir svona 20 árum að þá var atvinnulífið frekar einhæft, það var veiðar á villtum fiski í sjónum og það var þarna sérstaklega svona á seinni part síðustu aldar var svona talsverð offjárfesting. Í öllu falli var það þannig að við vorum farin að veiða meiri fisk heldur en sjórinn bar og þá kom hnignunartímabili í kjölfarið sem að endaði svona fyrir já, sko það formlega endaði 2017 en þegar íbúafjöldi fór aftur að aukast en það gerðist miklu fyrr að það voru svona talsvert fleiri stóðir sem að bættust við í atvinnulíf Vestfirðinga. Og það sem ég var að benda á jómfrúarræðunni minni að það væri ekki tilviljun, það væri ekki skrítið á meðan að við erum með svona stóran hluta af strandlengjunni og við erum alltaf í raun mjög nálægt sjónum að allir atvinnuvegir okkar sem hafa byggst upp á síðustu 20 árum eru sjávartengdir. Og það sem ég nefndi var Kerecis sem að byggir á aukaafurð úr sjávarútvegi. Það er laxeldi sem hefur vaxið mjög mikið, hefur verið að svona taka út nokkra barnaveikir en er núna komið upp í 20.000 tonn, eða 30.000 tonn og við gerum svo ráð fyrir að erum að stefna því að það nái 100.000 tonnum á næstu 7-10 árum. Það er sjálfbær námugröftur á hafsbotni bæði í Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi eftir kalkþörungum og það er ferðaþjónusta sem að mjög miklu leyti er sjávartengd og þá vísa ég ekki bara til þess að meiri hluti gesta sem koma til Ísafjarðar og Patreksfjarðar koma á skipi, á skemmtiferðaskipi heldur líka til þess að þegar fólk kemur til Vestfjarða að þá er það ofta að njóta ferðaþjónustu sem er beinlínis tengd sjónum. Það eru bátsferðir út í vigur eða það eru bátsferðir á hesteyri eða það er kajakróður, það er hvalaskoðun og það er hitt og þetta. Tjöruhúsið? Tjöruhúsið heldur betur, já, akkurat. Já. Borða þetta líka? Já, þannig að já, þú veist, mér langaði bara svona, ég veit, það var jómfrúarræðan og þá var maður kannski frekar að tala kannski á almennu nótum heldur en að fara í málefni dagsins í dag. Þannig að ég vildi bara benda á þetta og tala um þetta. Ég hef svo sem líka verið að tala strandlengjuna í tengslu við mögulega sameiningu sveitarfélaga. Já. Og mín tillaga sem að ég hef verið að skrifa í blöðin núna er að nýtt sameinað sveitarfélag gæti heitið Sjávarbyggð. Þess að vestur og fjarða og fjalla og eru öll upptekin. En líka vegna bara til þess að undirstrika þetta að samspil manns og sjávar er svona
bara algjör lykilþáttur til þess að skilja söguna Sko, og framtíðina. Algjörlega, sko, ég fór til Ísafjarðar núna í mars á smá svona fundaröð og aðeins að ég myndi að rúlla í gegnum bæinn. Það er líka náttúrulega rosa stórt hérna í nýsköpunarfyrirtæki hérna sem er að hérna búa til tæki fyrir, hvað sé, 3Rex eða hvað heita þeir hérna? Já, það er arftæki 3Rex sem heitir Ístækni. Ístækni, það var einmitt það sem ég að leita. Og það er sko fáir svona, já, smáir bæir en stoltir sem að svona sýna, að við vorum að tala um þessa svona keðju hérna í gær, hvernig þetta vinnur allt saman. Að það eru auðvitað sjávarútvegur á Vestfjörðum, heldur betur. Það er nýsköpunin. Og svo náttúrulega líka hin, sko, eiginlega þriðja tegundina af afleiddum störfum sem er náttúrulega kannski bara verktakarnir eins og málsmiðir, smiðir og allir þeir sem að vinna síðan fyrir fyrirtækin. Þannig að það er rosaleg svona virðismatskeðja af sjávarútveginum á þessu sveiði. Já, og við höfum þessa sögu í gegnum Póls og 3Rex og svo breytist það í Ístækni núna með gjaldþroti Skagans. Já. Og þeir eru með bæði í beinni þjónustu, svona hversdagslegri þjónustu og í nýsköpun og eru með ýmsar hugmyndir á lofti í því og hafa verið að selja til Bretlands og... Já, þannig að það er mjög mikilvægt og það er þess vegna sem að ég er svo spenntur fyrir til dæmis vexti laxeldis meðal annars til þess að laxeldi nái ákveðnum svona lágmarksstærð eða krítískum massa vegna þess að það sem að gerðist í sjávarútvegi og er ennþá að gerast er að þegar það er ein sterk burðaratvinnugrein sem að getur keypt stóru verkfæri og getur fjármagnað þróunarstarf og getur verið þolinmóður þegar verið er að undirbúa í nýsköpun og æfa sig og gera mistök og svona að þá verður til svona gróðurmold fyrir sprota. Og eftir því sem að laxeldinu vex fiskur um hrygg að þá getur laxeldi orðið annar önnur krukka með gróðurmold fyrir sprota. Og ástæðan fyrir því að laxeldi hefur gengið svona vel á Íslandi eru náttúrulega margþættar en ein af þeim er að við erum svo góð í fiskveiðum. Og við erum svo góð í fiskvinnslu, við erum svo góð í sölu á fiski og það eru mjög margir svona undirliggjandi þættir sem maður kannski veitir ekkert endilega athygli við fyrstu sýn en hafa verið alveg grundvallaratriði þegar kemur að vexti fiskeldisins og ég meina stjórnmálamenn skilja fisk og stjórnmálamenn skilja þar af leiðandi laxeldi sko. Sko, einmitt bara eins og það sem kom fram hérna bara í fyrsta viðtalinu okkar í gær, það var mjög fróðlegur punktur frá Heiðari Guðjónssoni, kollegaðinum, hagfræðingi. Það var að segja ykkur um því hvað millistéttin er að aukast í heiminum. Bara það eru 2 milljarðar að færast upp úr, úr örbirgð í millistétt og eitthvað þurfa að borða. Þannig að tækifærin, fyrst þú ert nú að tala um eldið, er náttúrulega ævintýraleg. Já, ég hef aðeins verið að skoða það, vegna þess að það er núna svona tímabundin verðlækkun á laxamörkuðum sem að hefur sett laxeldisfyrirtækin í svona tímabundna klemmu en þegar maður skoðar svo vaxtartækifærin í laxeldinu þegar maður skoðar þróunina það eru bara frekar nýlega skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum og víðar og þetta er nú svona frekar einfaldar tölur þegar maður gefur sér kortið til þess að skoða að þá er eftirspurnin eftir fiski að fara að aukast svo tugum prósentaskiptir og hvergi í heiminum eru vannýttir fiskistofnar svo nokkru nemi. Þannig að vöxturinn þarf að koma úr öðrum geirum og þá er laxeldi í lang bestri stöðu. Og Noregur er að framleiða cirka 1,5 milljón tonna á ári, stefnir á 5 milljónir og telja það sé sko fullkomlega þetta eftirspurnarhliðin sé ekki vandamál þar, heldur framboðshliðin. Já, þetta er mjög áhugavert sko. En varðandi náttúrulega eldi líka, af því við höfum verið að tala um bæði tækifærið og áskorunir hérna í þessu spjalli okkar við gest okkar. Svo sem hefur ekkert farið fram hjá neinum að það hefur svona oft verið ekkert alltaf það vinsælasta, en náttúrulega Vestfirðir náttúrulega mikið sjókvíaeldi sko, sjálfsögðu og mikið barist gegn því og svona. Þannig að þetta er svona væntanlega erfitt fyrir því, ég veit ekki, þetta er kannski ekki að leggja ára í munn, frekar bara að spyrja það. Er þetta erfitt fyrir það svona að vera þá, þú veist, formaður bæjarráðs og vera svona, þú veist, ég heyri alveg að þú ert ánægð með þetta, skilur, þú sér tækifærin í þessu, en einhvers staðar þarftu væntanlega að mæta, myndi maður halda hinum sjónarmiðunum sem eru bara hreinlega á móti þessu. Já, sko, við að vísu erum að frekar heppin með það
að það ekki margar stóra laxveiðiár á Vestfjörðum. Nei, ok. Og það er ekki svona til dæmis erlendir auðmenn sem eiga þær laxveiðiár sem að hafa sér mikið í frammi. Hitt annað að til dæmis þingmenn kjördæmisins, þeir eru stundum milli steins og sleggju vegna þess að í kjördæminu, norðvesturkjördæmi, eru laxveiðiár bæði á vestur og Norðurlandi vestra sem að þar sem að fólk er ósátt við þetta. Þetta er ekki hérna svona kannski persónulegt vandamál en þetta hefur tafið vöxt laxeldisins og við höfum orðið af verulegum hins sviðsmyndina, við hefðum haldið áfram sko vexti til dæmis án þess að vera með svona þröngt áhættumat erfðablöndunar að þá væri staða Vestfjarða og Íslands að miklu leyti önnur en þess að vöxturinn hefði verið hraðari og laxeldi hefði gengið hraðar. En ég skil alveg þessi sjónarmið og við höfum núna fjölþættar leiðir til þess að ramma inn laxeldið. Við gerðum samfélagssáttmála árið 2021 á Vestfjörðum. Það er strandsvæðaskipulag. Það er áður en að það var að þá var búið að loka Faxaflóa og Breiðafirði og ýmsum öðrum stöðum á landinu fyrir laxeldi eða eldi á frjóum laxi. Það er búið að loka, við lokuðum Jökulfjörðunum og svo eru tvær tölur sem að vigta mest á laxeldi og það er annars vegar burðarþol sem að tekur á uppsöfnun á laxakúk eiginlega, sem sagt ofauðgun næringarefna í sjónum og svo hins vegar áhættumat erfðablöndunar. Þetta eru tvær tölur sem eru reiknaðar út frá líkönum sem að sérfræðingar gera og ég held að það sé að myndast svona þokkaleg sátt um að það sé rétta leiðin til þess að halda áfram í þessum málum. Í vor og sumar þegar veiðigjaldaumræða var þá verður þú nú ekki sakaður að hafa nú ekki gætt hagsmuna þíns svæðis og kannski fórst nú líka svona einhverju leyti aðeins líka upp á móti flokkuninu sem situr í ríkisstjórn því að þú varst að berjast fyrir þínu fólki. Hvernig því að mannum fannst Vestfirðirnir þeir voru svo mikið að reyna að benda á sig því að þeir náttúrulega lentu mikið af svona litlum og millistórum fyrirtækjum svona eiginlega bara á Vestfjörðum. Já, það er spurning hvar við setjum Jakob Valgeir og HG, þau eru nú ekki lítil sko. En svona mjög margir svona bara lítil og millistór, mjög mörg ætlaði að segja lítil og millistór fyrirtæki þar sem að þetta var að svona hitta hvað verst. Hver er bara svona staðan núna og svona kannski náttúrulega við veit enginn kannski beint hvað gerist. Það er svona dálítið óvissu ástand en þá sko, eða svona fólk að átta sig á því. Hafa verið miklar hræringar eða? Það hafa ekki verið miklar hræringar, það hefur allavega ekki verið í fréttum á sama hátt og hefur verið í Vestmannaeyjum til dæmis. En það sem að það er kannski svona tveir þættir sem hafa drifið áfram kannski þessa pólitísku umræðu fyrir vestan. Það er annars vegar svona það er annars vegar kannski þessi saga af því að kvóti var seldur úr einstökum byggðarlögum, Flateyri, Tálknafirði og víðar og Ísafirði að sjálfsögðu. En þannig að svona kvótakerfi hefur kannski ekki svakalega góðan PR-fulltrúa fyrir vestan sko, að þessu leitinu til. Ég held eins og að það hafa allir skilning á því að kvótakerfi hefur verið drifkraftur þess að Ísland er á heimsvísu í sjálfbærri og hagkvæmri nýtingu fiskistofnana. En það eru bara ákveðin fórnarlömb sem að verða fyrir því og það er þessi offjárfesting sem að varða á seinni hluti síðustu aldar þar sem að urðu til þorp og urðu til frystihús og urðu til togarar sem að var eiginlega ekki pláss fyrir og einhverjir þurftu að gefa eftir þegar það var svo sett lok á heildarmagn fisks. Þannig að það er annars vegar þetta, bara þessi saga og svo hins vegar að það eru sko þorpin fyrir vestan eða bæirnir eru frekar litlir og þá er bara eitt fyrirtæki og þá er alltaf svona beigur í fólki að ef að sá sem að rekur það fyrirtæki stendur ekki alveg í lappirnar eða er óviss um stöðu síns fyrirtækis að þá sækir beigur af fólki og það er kannski þetta svona tvennt sem hefur drifið áfram þessa umræðu en sko ég held að við erum búin að ræða þessi mál í þaula fram og tilbaka og ég held að útgerðarmenn hafi skilið að þjóðin átti rétt á sanngjarnu afgjaldi og hér hafa verið ýmsar aðrar hugmyndir viðraðar í gegnum áratugina um fyrningu
og uppboð og hitt og þetta var svona niðurstaðan sem að varð úr og hún er ekki gallalaus en hérna, já. En þetta er leiðin núna og Já. nú bara vita þeir útgerðarmennirnir af því, Já. en svona eru þeir eins og segja svona það er ekkert búið að gerast eitthvað, er einhverjar væringar eða eitthvað þannig, eru menn bara nokkuð svona brattir? Eins og ég segi, það er ekkert ýkja langt síðan að þetta Nei. gerðist og það hafa ekki verið einar stóra fréttir sem ég hef heyrt. Nei. Það sem að gerðist eins og strax í kjölfari var að pöntunarbækurnar til dæmis hjá Ístækni, þær stoppuðu Já. eða þær hreinsuðust upp vegna þess að fyrirtækin sem höfðu verið, sem voru á biðlista hjá þeim, Já. þau drógu það tilbaka bara svona til þess að átta sig á stöðunni. Einmitt. Ég hef ekki heyrt í þeim núna síðustu vikur, þannig að ég ætla ekki að tjá mig í hvoru áttina. En bara fólk annars það ekki bara bratt fyrir vestan og alltaf tækifærin mikil og bara... Jú, og það er í þessu, sko, það er að sækja fram í öllu þessu sem að tengist sjónum. Ég held að það sé augljóst, sko. Það þarf ekki miklar breytingar til þess að við komumst, það þarf ekki miklar lagabreytingar eða reglugerðarbreytingar til þess að við náum að feta okkur upp að 100.000 tonnum í laxeldi sem yrði 100.000 milljarðar á ársgrundvelli í útflutningstekjur. Þetta er alveg tölur. Kalkþörungaverksmiðjan í Súðavík verður byggð núna næstu misserum. Það er búið grunnurinn er komið, það er búið að byggja höfnina. Þannig að sú verksmiðja er að fara að koma, það er verið að leggja rafmagnið í hana. Hvalárvirkjun er á næsta leiti, hún er í skipulagsferli og línulögnin sjálf. Og það eru ýmsir aðrir þættir sem að horfa bara ekki til betri vegar, heldur bara til frábærs vegar. Og eitt annað er að Hraðfrystihúsið Gunnvör er að fá nýtt skip, nýjan Júlíus Geirmundsson, sem er 8 milljarða fjárfesting, sem er að sigla frá Spáni bara á næstu mánuðum. Okay. Og bætist þá í flotann við Pál Pálsson, sem er frekar nýlegt skip líka. Og leysir þá á hólmi Júlíus Geirmundsson sem er núna 40 ára gamalt skip. Þannig að það er hugur í fólki og við erum líka erum að reyna að minna líka á og hrósa því sem vel hefur verið gert. Við til dæmis eigum síðustu jarðgöng sem hafa komið á Ísland, það er Dýrafjarðargöng 2020. Það hafa verið stórvirkar vinnuvélar eiginlega meira og minna allt árið kring síðan á Dynjandisheiði og það er verið að gera brýri við Gufu og Djúpafjörð sem er eftir að stytta landleiðina og fækka eitt fjallveg, þannig að við erum bara mjög brött, sko. Kannski rétt í lokin, því að svo eigið þið náttúrulega, sko, ef þetta væri á íþróttamáli, sko, þá ætti þið svona skærustu stjörnuna núna, því að það náttúrulega hefur... Ertu að meina Vestra, sem er bikarmeistari? Vissulega, og þá náttúrulega líka. Þá náttúrulega ekki til að, sko, til að skemma árið heldur fyrir Vesturvíkum að fá þann bikarmeistaratitil, en kannski svona fyrir utan þessa frábæru stráki í Vestra þá náttúrulega Kerisits. Já, akkurat. Sem er náttúrulega bara orðin algjör perla í íslensku atvinnu og þjóðlífi í raun og veru, bara stoltið þvílíkt og bara að þessi landsfjórðungur sem er þó ekki stærri eins og bendir á í upphafið þíns máls eigi þetta er náttúrulega bara fyrir utan, ef við tökum tekjurnar bara til hliðar, bara svona stoltið. Já, það er það og svona áhersla þeirra á að hafa Ísafjörð sem hluta af sínu markastarfi og vörumerki er okkur mjög kært. Og það er mjög, þetta er vinsæll vinnustaður og fólk er mjög stolt af því að hafa Kerisits á Ísafirði. Ekki spurning. Gylfi Ólafsson, formaður Vestfjarðastofu, takk kærlega fyrir að koma. Takk. Innilega. Við ætlum alltaf áfram til klukkan 1 í dag, við ætlum að tala um nýsköpun, það verður líka aðeins meiri stjórnmál og við fáum nú vonandi síðan eitt forstjóra í hús. Hann er eitthvað slappukallinn en það vonandi reddast. Við förum í stuttapásu.